Ferlega fólk, við erum komin í sófann, það er komið að rúsínunni í þessari pulsu kvöldsins. Það er allra handa snillingur, við getum titlað hann eitthvað eitt en það verður bara vitleysa því að hann er búinn að taka sér svo margt fyrir hendur. Þetta er hann Bjarni Hafþór Helgason sem er komin til mín í sófann. Vertu hjartanlega velkomin, minn kæri. Takk fyrir, minn kæri. Allsherjar yfirmáta húsvíkingur með meiru og svo framvegis. Já, ég er náttúrulega fæddur og uppalinn á Húsavík og kom svo hér í menntaskólan á Akureyri, 17 ára eitthvað svoleiðis. Tók menntaskólan og svo í háskóla og svo aftur til Akureyri og bjó svo á Akureyri í aldarþriðjung og er búinn að búa fyrir sunnan núna í 10 ára eitthvað svoleiðis, að nálgast áratug. Já, þú býrð fyrir sunnan, mér finnst alltaf búið fyrir norðan. Þú býrð fyrir sunnan. Já, ég flutti suður 2000 og 14 eitthvað svoleiðis, það er allavega 8-9 ár síðan eitthvað svoleiðis, það var nálgast áratug. Kópavogsbúi? Já, gott að búa í Kópavogi. Það er gott að búa í Kópavogi. Það er erfitt að rata í Kópavogi, það er gott að búa í Kópavogi. Já, sjálfsagt. Já, en þú og ég veit að þú varst daginn einmitt í salnum í Kópavogi. Já, ég var í salnum í Kópavogi og með ég kalli þetta sagnastund. Já. Þetta er eiginlega sýning eða uppistand og sagnastund. Ég kalli þetta sagnastund vegna þess að þetta varðar ættingja mína og þetta eru svona raunsögur sem ég er búinn að setja upp á ákveðinn hátt. Í þessari sagnastund sem heitir Hristur ekki hrærður, stóluðu James Bond og ég er náttúrulega með Parkinson og svona, verður að gera grín að því. Af því þetta eru svona 100 mínútur, 90 mínútur, segjum 100 mínútur af tali, veikindi, pillur og vesen. Og svo hlæja menn að þessu allan tíman út á suður. Svo bara hleiða súklinum. Já, þetta hefur bara virkað og ég er bara voða þakklátur fyrir það. Ég hef ákveðin húmor og mínir vinir og ættingjar, sko. Svo allt í einu hendi maður honum, ég er nú búinn að vera sjálfsagt upp undir heilt ára, undirbúa þetta, skrifa þetta og setja þetta saman og vinna með þetta svolítið svona meira og minna, þannig að áður en ég leit slag standa. Já. En það var semst uppselt í salnum daginn, salurinn tekur 300 manns og þess vegna var ákveðið að hafa aðra sýningu sem verður 13. janúar og þeir segja sem að tilþekkja miðað við hvað er búið að selja mikið af miðum nú þegar, 6 vikur í sýninguna, hún verði uppselt aftur. Nákvæmlega. Og svo var rífandi stemning hjá þér á Græna hattinum í gærkvöldi? Já, smekkfullt hús þar. Það var bara orðalagi smekkfullt og það er uppselt á Húsavík eftir viku. Það var uppselt hérna í Hlíðabæ í tvisvarsinnum einhvern tímann. Já, þetta er svona saga. Svo Valaskjálf 8. desember á Egilsstöðum, þar sem eru meðal annars af aðbrekkumenn svo kallaðir sem ég tilheyri. Já, Aðalsteins. Já. Við erum mjög stoltir af því og erum frá Aðbrekku í Hrafnkelsdal sem er lítill 2 bæja dalur innan Jökuldalnum. Já, mammaðin var það, var það ekki? Jú, við erum jökuldalingar. Það er sambland, maður. Já, þetta er rosalegt sambland. Þinglingur og jökuldalingur. Þvílík sérviska samankomin í einu manni. Já, það er rosaleg blanda. Enda hefði þurft að laga margt í mínu lífi. Ég hætti að drekka áfengi fyrir 24 árum síðan og hætti að reykja fyrir 23, ég hætti að drekka kaffi fyrir 16-17. Það lýsti yfir við mig að ég var í krónískur kvittir, það væri bara eitthvað að mér. Já, það er ekki mikið verið eftir? Nei, maður hættir öllu. Maður hættir öllu? Já, það er bara betra, sko. En hvað kemur til að þú þú fengist ýmislegt í gennum tíðina, þú er ekki verið mikið upp á sviði í uppistandi eða leikstarfsemi eða slíku? Nei. Sko, þetta er í raun og veru þannig að ég náttúrulega er með þennan sjúkdóm sem heitir Parkinson, sem er alvarlegur, en hann er ólæknandi ennþá. Það er hægt að hægja á framvindunum með stöðugri líkamsrækt og andlegri rækt með sama hætti. Og þess vegna er ég að þessu í raun og veru. Ef ég hefði ekki fengið Parkinson þá væri ég örugglega ekki að þessu. Ég hef miklar efasemdir um það. Ég örugglega ekki. Og því þetta er mikil árás á kerfið. Þetta er jákvæð spenna af hjúpun og kallar á svolítið andandrátt og svona í aðdragandanum og öllu sem þessu fylgir og þetta hefur góð áhrif á mig. Já, þetta er frábært. Og þannig að þetta er bara eins og að hafa komið af alvöru líkamsræktaræfingu og maður er góður á eftir. Já, þetta er rosalegt orkuflæði sem fer af stað. Já, þetta er mjög sérstakt að gera þetta og standa í þessu því að það er ekkert á dagskránum á þú og það er ekki einu sinni sviðsmynd. Nei. Það er bara góða kvöldið og svo bara sitja allir á aflasaður
Jæja. Svo hefst bara fjörið. En sem betur fer þá, ég kalla þetta alltaf full hús af húmoristum. Það hefur verið hlegið svo rosalega mörgu og við höfum svo gaman að þessu. Já. Og þetta eru sögur sem að varða mig og veikindi sem ég hef lent í og heimsóknir til lækna með misjöfnum árangri, eða alltaf með góðum árangri en það er samt svona misjöfnlega gáfulega senur. Og svo eru náttúrulega veikindi í haf og ömmu á sínum tíma og pappa og mömmu og þetta er allt saman tekið fyrir ákveðnu ljósi. Ég skil þig. Pabbi var sko sá fyrsti sem innleiddi keppni í veikindum á Húsavík. Já. Já, hann kom úr stórri hjartaaðgerð og hóf þá keppni og í raun og veru grunnreglurnar voru þær að sá sem var veikastur á þess að drepast, hann vann. Og svo hafði þetta alls konar birtingamyndir, sko, eins og í pilluáti og svona, hann kunni ekkert á lifin sín, mamma sá það fyrir hann þekkti þetta eftir litum. Já. Og hóf dílingar við menn, sko, fá að hafa 2 gular og grænar, það er mjög góð að setja fínar á kvöldin. Og svo er ég með aðrar grænar litla sem þú getur tekið bæði á kvöldinu og morgnana. Og svo skiptu þeir bara og svona voru í hinn og þessu félagarnir á Húsavík. Hvað segir maður? Já, þetta eru bara pillur, sko, þetta er allt í lagi. Þetta eru bara pillur? Já, þetta eru bara pillur fyrir fólkvinnur, þú veist, þetta ekki að vera hræddur við þetta. Og svona, þetta var allt í þessum gír og þannig að það er gaman að tala um þetta og við höfum skemmt okkur við að segja þessar sögur út og suður í fjölskyldunni og svona. Og það er bara ofboðslega skemmtilegt að finna það þegar maður leggur þetta svo út fyrir aðra. Sumir vita ekkert hvað fólk er að tala um, en tengja strax við það. Ég lýsi persónunum aðeins. Já. Og þá bara tengja menn strax við þær og einhvern veginn, þetta er eitthvað svo sammannlegt. Já. Menn kannast náttúrulega við margt eins og þegar ég er að fara í lið og aðgerð reist í speglun. Alls konar blöðruhálskirti skoðun og hitt og þetta sko. Já. Hjá mínu lækni og lýsi þessu svona þokkalega nákvæmlega sem og svona líðan minni og örlugum. Þannig En þetta, ég meina, það hafa allir gengið í gegnum þetta og þú veist, og það sem að okkur finnst ævinlega skemmtilega, sko, við erum, sko, að segja okkur sögur. Já. Sem að þú veist, bara strípaðar sögur, það þarf engan glans. Nei. Og þú veist, það hafa allir farið til læknis, ég meina, þú veist, það var eins og maður hefði gengið úr ábyrgð þegar maður var fertugur, sko. Það var eins og bara, þú veist, þetta hefði verið nuð út og þá bara krassaði allt. Þannig að það var allt í einu bara stöðugur. Þetta þekkja allir. Já. Og ég spáði nú að sýningin á Húsavík verði nú sko hálftíma lengri en venjulega hjá þeim. Það er náttúrulega þekkja allir þessa hausa sem þú ert að tala um. Ég hlakka eiginlega sjálfur bara til þess. Ég meina ég man enn eftir því að það eru sko 30-40 ár síðan. Og meira að segja foreldrar mínir sátu þá í salnum í félagsheimilinu Húsavík. Ég var að vinna þá einmitt á Stöð 2 og var beðinn að koma á svona sjómannadagshóf, 300-500 manns þarna, smekkfullt félagsheimilið og að halda ræður, svona gamanræðu, 20 mínúna ræðu eitthvað. Ég gerði það. Wow. Og ég lýsti svona náttúrulega einhverju úr vinnunni sem tengdist Húsavík og við vorum að hlæja þessu saman og svona. Og faðir minn pabbi minn var sko mjög svona rúnum ristur maður í framann. Já. Píregur og með svart hár sem hann greiddi svona aftur eða tók svona aftur og úfið svolítið og sumir sögðan hann þessi maður hefði átt að fæðast bara út á ísnum sko að vera þar. Hann var gríðalegt veiðiblóð í honum og gaman að veiða með honum allstaðar. En ég sagði pappa minn, ég sagði í þessari ræðu þarna að ég segi eitthvað svona, það er kannski ekki fallegt að standa hér upp á sviði og gera grína af foreldrum sínum. En þið myndu gera þetta líka ef andlitið á pappa ykkar og eins og Grænlandsjökull í vorleysingum. Og það brjálaðist húsið. Og mér fannst þetta sjálfum fyndið, sko. Mér datt þetta er góð hugmynd þegar ég skrifaði hana og sagði, já, þetta er fyndið. Þetta finnst mér æðislegt. Pappi eins og Grænlandsjökull í vorleysingum. Og sá hann allan fyrir með þessi veiðimaður og allt þetta. Og húsið, af því að þú varst að tala um að húsvíkingar þekkja sögur, húsið náttúrulega þekkti pappa allir. Já. Hann var fígúra í bænum með þekktur maður og svona. Já. Og það varð allt brjálað. Ég stóð bara upp á sviði og ég beið bara í ykkur, ég veit ekki hvað lengi. Svo loksis var það nú eitthvað að sefast, þá fyrir aftur önnur aldastað, startast eitthvað staðar fjær í húsinu og svo bara brjálast húsið aftur. Það var svo gaman og sérstætt og pabbi satt í salnum undir þessu og svo það var ljóta vitleysan í stráknum alltaf. Ég var alltaf bara ánægði með þetta. Það var kraumaði í honum.
En þetta er náttúrulega líka bara að fyndi verið að þetta er satt. Já, þetta var nefnilega heitt einhvern veginn svo skemmtilega á og við erum þetta er bara ennþá notað sko. Ég meira að segja frá þessu í þessari sýningu, mér læt þetta svona fljóta með bara. Að pappa mínu sé lýst svona, ég hef lýst honum ekki svona, bara svona gæni. Skrifar þetta einn? Já, og ég er búinn að vera sjálfsagt upp undir ár að þessu meira og minna að raða þessu saman og taka þessar sögur saman og vinsa úr. Þannig að ég sé sáttur við flæðið í þessu sko. Hversu nervus varstu þegar þú gerðir þetta í fyrsta sinni? Þú verður ekkert mikið meira nakin á sviðinu heldur en... Ég átti bara talsvert bátt sko. Þetta var hérna út í Hlíðarbæ og fyrir mánuði síðan eitthvað svoleiðis. Og en það var bara ekkert annað að gera. Ég var farið fram að þessari brún og það var bara frjálst fall sko. Já, fólkið er komið sko. Já, og svo byrjaði maður og svo finn ég fljótt sko að það var þetta þekkti ég marga þar og allt það og þá fann ég fljótt að þetta virkaði sko. Og þá kemur svona ákveðin léttir. En þú veit samt, ég er með stand bara hjá mig með punktunum. Já. Og ég hef það því ég nenni ekki að leggja það á mig að taka þá röð öll þessi, þetta er svo mörg atriði. Já. Þetta tekur mig 100 mínútur að tala um þetta sko. En sko, það er bara vörðurna líka. Já, þetta er bara vörður sem leiðir áfram. Það tröflar hvorki mig eða aðra. Nei. Þetta er bara þarna á svona standi við hliðina, þannig að ég bara vissum að ég sé ekki að gleyma neinu, tek allt með og svona sko. Akkurat, það er líka voða gott að hafa örlítið öryggisnett, það bara... Já, nákvæmlega. Villist ekki þokunni. Já, það er einmitt mjög gott sko. Já, þetta er alls konar sögur sko. En þetta er brilljant. Mér finnst þetta ætti að vera sko bara almennt meðferðarúrræði fólks. Það er bara... Já, það er í raun og veru, já, þetta er meira en að segja það, en þetta er gefandi líka þegar maður er búinn að fara í gegnum þetta sko. Já, ég er alveg viss um það og ég meina það er ekkert meira kikk heldur en akkúrat þetta að fá. Men þarna þú færð feedbacki beint í æð. Já. Og það er einhvert smá gúst. Akkurat, þetta er mjög millilega laust ástand. Já. Og svo þegar fólk ber að hlæja, sumir hlæja, sko stundum hlær fólk ofboðslega vegna þess að það er svo mikil húmoristar sjálft. Sko. Ég segi sögu og hún er stutt og ég veit, mér finnst hún fyndin. Ég er búinn að heyra hann oft, mér finnst hún samt fyndin. Mér finnst hún alltaf fyndin einhvern veginn, af því þetta er byggt á einhverju raunveruleika en auðvitað teiknað aðeins til. Og þá er kannski einhverjir á svæðinu og það hlæja allir og svo er kannski einhverjir sem brjálast úr hlátri, sko, því þeir hafa einhverja ennþá dýpri tilfinningu fyrir þessu út af einhverju. Og þetta er mjög auðvitað gefandi. Maður bara, þetta er svo skemmtilegt. Frábært. Dásamleg vegferð. Ég bara brilljant tækling og bara, já, herðu, sorry, þú ert með bækur líka. Við skulum aðeins, hvað ertu með þetta? Já, ég ætlaði bara að fá að nefna það við þig. Já. Fyrst ég bara, ég er barnabókahöfundurinn í ár. Þú ert barnabókahöfundur, þú ert allstaðar. Ég það var að koma út með bók sem Veröld gefur út sem heitir Tríó lendir í ævintýrum. Þetta er bók svona hvolp sem lendir óvart inn í fjölskyldu á Kársnesi, lendir óvart í skottinu á bílnum úr sveitinni og þannig að þau taka hann að sér. Og þessi hvolpur er ævintýrahvolpur. Hann er alltaf að týnast og finnst alltaf aftur, en á meðan hann er týndur þá lendir hann í ótrúlegustu ævintýrum. Hann lendir upp á dróna, hann lendir í að leiðsegja hafsögubáti og alls konar hlutum og en það endar allt vel. Og þetta eru svona sögur sem að ég sagði afastrákonum mínum á sínum tíma, tveimur, og við erum í leinifélagi sem heitir Leinifélagi Meistarinn og það er svolítið gaman að segja frá því að í því með félagi eru bara þeir sem geta kallað mig afa og ég, þannig að það voru bara við þrír þangað til í sumar að það fættist stúlka sem heitir Lóa. Já. Og við höldum leinifundi sko. Já. Og svo gaman að því að þegar hún var nefnd í sumar á leinifundi þá var ákveðið að setja Lóa 22 í þetta bílnúmer hérna, að þetta er löglegt bílnúmer sko. Og þetta vissi enginn nema við þrír og þeir þögðu yfir þangað til í síðustu viku og foreldrarnir og allir aðrir sáu þetta inn í bókinni og þetta er það sem Leinifélagi Meistarinn gerir og Lóa á eftir að koma í félagi sko. Hversu erfitt hefur það verið fyrir piltana? Já, þeir eru bara grjótharðir sko. Já, vel gert. Og svo fekk ég bara svona ganni mínu ef ég má. Gerðu svo vel. Að ég tók hérna aðra bók með mér. Já. Ég bara, málið er það. Hann heitir Brynjólfur Þorsteinsson sem skrifaði þessa bók og er tengdur mér. Já. Gott og vel með það.
Hann fékk reyndar verðlaun Jóns úr vör fyrir 2-3 árum síðan sem mörg 100 ljóðskáld sendi inn og hann vann. Þannig að, það segir nú sitt. Já, hann með tilfinningu fyrir þessu, en hann að skrifa hér bók sem heitir Snuð. Þetta lítil útgáfa sem sér þetta, held ég, Unuhús eða eitthvað svona. Ég bara ekki klárað þessu. En það skiptir ekki máli. Ég las óvart þessa bók. Ég ekki búinn með hana. Ég fór af stað inn í hana óvart. Og ég hugsaði mig, ég ætla að taka hana með þegar mér hefur ekki meira brugðið í annan tíma við að lesa nýja bók. Vegna þess hvernig meðferðir hér á stíl og texta innihaldi. Þetta eru langar setningar með komum í. Það er raðað inn í myndum, áreynslulaust, því að hann svo það er svo mikið færni með textan og myndirnar sem raðast inn í því. Og ég var svo hissa þegar ég las þetta og mér brá svo að þetta myndi mig á, ég man þegar Rooney spilaði fyrsta leikinn fyrir United, skilur. Ég man fyrstu mómentin hjá Ronaldo eða eitthvað svona. Og ég mun ekki gleyma því það sem ég óvart stóð yfir eldhúsborðið og las byrjunin á þessari bók sem heitir Snuð. Já. Fjallar 3 persónur, karl, konu og soninn og þau eru hvert á sínu stað á einu degi. Já. Hann að byrja í nýrri vinnu og gleymdi snuðinu sínu heima. Og þetta er svo fyndið á köflum að þetta er náttúrulega, þegar Lárus reyndi að hætta með snuðið síðast, kýldi hann ókunnan mann í magan, þá kynntist hann konunni sinni. Ok. Og svo framvegis. Þannig að nú er þetta að velja sér barnabók, fullorðinsbók og miða í salinn í Kópavogi eftir áramót í jólapakka. Og svo náttúrulega Austfirðingarnir þurfa náttúrulega að passa upp á það að, ég veit ekkert hvað þeir eru vanir að kaupa með á Tix, örugglega kunna það eins og aðrir. Já, þeir mæta, það er engar áður, þeir rata í valaskap. Það er engin hægt aðri. Þegar ég segi bara góða skemmtun á Húsavík. Takk fyrir það mikið. Og fyrir austan. Og bara til hamingju með því, Bjarni Hafþór minn. Takk þér, bara þakka þér kærlega fyrir mig, takk. Fallega fólk sem heimasitur, það er komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við endum þáttinn eins og við hófum hann með Erlu Kolbrúnardóttur og Snævari Erni og þau ætla að flytja okkur núna bítlalagið Let It Be, svo skal það verða. Verið góðu hvert annað, verið ævinlega blessuð.